Það ekki hægt að sleppa því í dag að hringja ekki til Eyja þar sem að það eru 2 leikir sem áttu nú að fara fram í gær en munu hins vegar báðir fara fram í dag og hún Hrafnhildur Ósk Skúladóttir þjálfari IBVF á línunni hjá mér. Góðan og blessaðan daginn. Já, góðan daginn. Hvernig hafið þið það í Eyjum? Við höfum það bara ágætt. Jæja. Það nokkuð gott en veðrið ekki dagslegt. Nú það ekki? Nei. Sér það búið að vera vont í sjóin í dag? Ég get allavega ekki ímyndi bara að það hefur verið gott með þetta veðrið. Ég bara svona spáði hvernig haukastrákarnir hafa það því að þeir fóru nú í dag. Já, þeir hafa allavega 7 klukkutíma til að efna sig þannig að þeir hljóta komast yfir þetta. Hljóta að lifa þetta af. Já, hljóta að lifa þetta af. En ég var að mynda að spá í Já, en ég var að mynda að spá í hvernig þetta virkar allt saman, reglurnar hjá HSÍ vegna þess að nú eru stelpurnar, sem sagt gróttustelpurnar sem að þið eru að spila við í kvöld, þær voru sendar í gærkvöldi með Herjólfi og frá Þorlákshöfn. Já, reglurnar segja að liðin fái 1 séns til að fljúga í leik ef þau komast ekki í flug á berðum skylda til að taka Herjólf daginn eftir og þannig reglunar. Svo aftur á móti er náttúrulega pottitt málið, vilja ekkert vera eitthvað ógeðslega leiðilegir hann á HSÍ. Þannig að í tilfelli stelpnanna þá var það einfaldlega þannig að þessi við erum að fara í Evrópukeppni Íslandsdeildarinnar þá var bara ekki önnur dagsmynd sem kom til greina. Það var allavega ekki sjá búin að finna nema það bara 1. janúar. Og þá vandast málið þegar á að fara að spila deildabikar og það eru bara 4 efstu liðir sem komast í deildabikar og það ertu komið svona, þá vantar náttúrulega bæði Gróttu og okkur 1 leik og það getur náttúrulega orðið rosa mikið vesen og vandamál. Þannig að það náttúrulega vill enginn eiga þetta eftir og þurfa að spila þetta eftir áramót. Þannig að þetta var svolítið mikið að þessi leikur var bara að spilast í dag. Sem náttúrulega bara ómögulegt fyrir 2 lið sem að hafa sigrað ekki alla sína leiki? Jú. Það er hann gert það. Þannig að þetta, ef það hefði verið möguleika því að þessi leikur hefði getað farið fram í næstu viku eða bara einhvern tíma fyrir jól, þá hefði það fengið annan senseldi til að fljúga og svo hefði bara leikurinn verið settur á þar. En það var bara því miður ekki þannig. Nei, en svo fæði maður að spáði mitt í strákana því að fyrstu fréttir í gær voru þess efnis að haukarnir fengju í rauninni, stelpurnar eru sendar í bátinn í gærkvöldi og strákarnir fengju leyfi til aðtöfu með flug í dag. Já, nákvæmlega. Eitthvað hafa þeir nú ákveðið að breyta þessu snögglega. Þetta ljómar alls ekki vel. Nei. Samt aftur á móti sagt að ef þetta hefði verið öfugt farið, að það hefði verið hægt að seinka þessu leik en ekki hinum, það hefði þetta verið svona. Þá hefði þeir verið skikkaðir í Herjólf og stelpurnar hefði fengið færi kannski á fljúga. Ég allavega vil trúa því. Ég fór að hugsa líka svona við að lesa þessa fréttir að því að þær voru að kvarta yfir því hjá Gróttu að þær þurfti að taka sig bæði frí í vinnu og skóla í nánast í 2 daga til þess að geta spilað hana leik. Hvernig þetta hjá ykkur þegar þið eru að fara upp í land? Já, það glemist kannski svolítið oft en þetta er náttúrulega bara staðan hjá okkur. Við förum í 5 svona leiki núna á þessu tímabili, útileiki í miðri viku þar sem að við komumst ekki einn. Þannig að vinnitap í okkur verður náttúrulega alltaf mikið meir og svo náttúrulega koma ofan á lagi náttúrulega Evrópukeppnin og allt vinnitap í kringum hana. Þannig að ég hlust bara ekki á svona vægum í þessum liðum. Nei, betra að segja að maður hægt á þessu hvert og hvernig. Já, nei, það er náttúrulega bara það geta litið að það sína Evrópukeppni, það er ákveð að fara ekki Evrópukeppni og fá ekki það auka álag, en það geta farið 2 sinnum og gott í Vestmannaeyjum og haft það fínt og 900 og þannig að það eru alveg vel settar hérna hendi. Já, það er alveg gott að heyra. Og mönnum þarf að fá ekstra mikla hvíld, ég veit Anna Úrsula, hún tekur hvíldir bara feginsvendi að láta finna eins við þurfum að taka morgunvættu við barninu og svona. Já. En svo við spáum nú aðeins í leikjunum 2 í kvöld. IBVF Grótta, eins og ég segi, bæði liðin ósigruð. Hvernig má nú búast við að leikurinn fari í kvöld ef þú ert svona alveg hlutlaus á þessu? Kannski svolítið erfitt, en? Ég býst allavega við mjög jöfnum og spennandi leik og annað yrðilega bara vombriði og hann ætti að verða ótrúlega skemmtilegur en þetta býst ég alltaf við að þetta okkar megin ég býst aldrei að tapa eðlilega en ég ætla nú að spá henni höfum en hjá kvöllunum sem sagt IBVF Haukar
Ég er bara ekki eins og aðtuga almennilega hvernig staðan með þessi tvölið. Nú eru náttúrulega Grótta og Haukar eða ekki fyrrverandi Íslandsmeistarar? Jú, þetta náttúrulega bara, þetta náttúrulega og svo má ekki glemma því að þetta náttúrulega ekkert smá flott tvenna sem við erum að fá í Vestmannaeyjum og það verða mjög fáar út af því við einmitt að skoða þetta að hafa einhverja tvennur og það nefnilega passaði bara svakalega illa inn í dagatali, þannig að þetta bara eitt af örfáum tvennum sem verða bara hjá okkur yfir veturinn, sko. Já. Þannig að heldur betur flott að fá þessu tvennu og sérstaklega núna að Haukarnir séu á leiðinu og þetta verði bara frábært, sko. En þetta er náttúrulega bara, tvö lið sem eru núna, Valur er náttúrulega einu á toppnum núna með fjara stiga forskot og svo er þetta bara rosa jafnna, hvað annað til 5. sæti eða eitthvað. En þetta er náttúrulega svakalega gríðarlega mikilvægur leikur fyrir bæði lið þegar við nú eru ekki verða oflangt eftir val. Nei. Þannig að við meðum búist alltaf við 2 hörkuleikjum í Eyjum í kvöld og standast sömu leiktímar því að spila 5:30 og strákarnir 8:00. 5:30 og 7:30. Já. Þá hlakka ég til að heyra fréttir á morgun og við segjum bara ámfram IPVF, við erum bara meðvirk í þessu öll saman. Já, það ekki. Jú, við erum að vera það. Gangi vel að spila í kvöld. Já, takk. Allt er fína, bless. Já, bye.